kallar þetta dýrlingurinn sem að var eitthvað upp á Keflavíkurflugvelli en mestmegnis niður í bæ sem ég veit eins og varst að segja kommentar ekki á en fólk veltir oft fyrir sér, ég meina það sést bara þarna hvort hann sé á Bláa lónunu eða eitthvað og hann lokar hérna skottloki á einhvern túrista á hausinn á henni en hann aftur komin að keyra. Þetta ég skil alveg að þið bara að vera með allt upp á punkt og prik í sambandi við það hvernig þið hagið ykkar löggæslumálum en ég held að fólk sé bara að velta fyrir sér byrju af hverju samt hvernig getur miðað við þá ferla sem við erum með og þið eru bundin stjórnarskrá halda uppi allsherjarreglu allt rosalega formalt en hvernig getur það verið að maður sem að sést á myndbandi setja skottlokk í hvirfilinn á einhverju konu sé komin aftur að keyra þetta klikkað á samgöngustofu þetta bara, hvar þetta klikka? Það ekki lögreglan hún kemur bara og sinnir verkefninu og þegar afskiptum lokið þá samgöngustofa að fara tilkynningu það og tekur til skoðunar og eins og bara Keflavíkurflugvelli að þegar afskipta fólki og erum að sjá að sé ekki að uppfylla skilyrði og vísum út af svæðinu að þá höfum við líka látið samgöngustofu vita. Það aftur á móti Isavia sem ákveður og stýrir hverjir fáurinn að vera inn á svæðinu og hverjir ekki og það Isavia sem líka þá með reynir að hafa ákveðið eftirlit en við vitum líka dæmum að einstaklinga hafa bara verið að skipta skráninganúmerum og slíkt til þess að koma inn á svæðið en aftur á móti við erum með eftirlitið okkar við förum í útköllin og það voða lítið meira sem við getum gert en við tökum þetta ekki léttvæglega bara svo það sé sagt alls ekki og við reynum að sýna í verki